Já, komið sæl. Það er Víðáttumikið lag sem nú að stjórna veðrinu hérna á Norður-Atlantshafinu og lagið mér liggur hérna á Grænlandshafinu. En síðan eru smá lagðir sem að myndast inn í móðurlaginu og þær koma til með að keyra hérna upp að landinu næstu daga og valda svona suðlægum áttum og úrkomu. En ef við lítum á hitasviðið að þá er ansi hlýtt loft sem að fylgist þessari sunnanátt og við erum hérna í þessum hlýja geira núna og það verður hlýtt hjá okkur næsta sólarhringinn en síðan annað kvöld að þá kólnar nú tíma en síðan á föstudeginum þá fáum við svona nýja bylgju til okkar þannig að þá hlýnar aftur en á laugardaginn og sunnudaginn þá verðum við aftur komin í kalda loftið og fer að frysta hjá okkur. En það kemur nú til með að hvessa í nótt og klukkan 9 í fyrramálið verður komin ansi hvöss sunnanátt á landinu, sérstaklega hérna á norðvestan til og Norðurlandi. Það sem að gera vera ráð fyrir það verði stormur og jafnvel slegið rok á stöku stað. Það eru gula viðvarin hérna í gangi á Vestfjörðum og Norðurlandi og það má nú gera ráð fyrir því að þessari hvessu sunnanátt fylgir líka hlýindi og það hitastölu geti hérna norðaustan til alveg slegið upp í 15-16 gráður svona í Hnjúkaþey en annars verður hlýtt á landinu og við sjáum að hitatölur eru víða milli 5 og 10 stig og það verður áfram úrkoma hérna á landið sunnan og vestanvert þannig að það má gera ráð fyrir því að það verði áfram talsverð leysing og enda eru leysingaviðvörun í gangi alveg næsta sólarhringinn. En þetta gengur nú frekar hratt niður og seinni partinn að þá verður nú alla viðvarunin dottna niður, það verður farið að lægja hjá okkur og einnig verður líka farið að sljáka á úrkomunni og það má nú gera ráð fyrir því að svona þegar að líður á kvöldið þá farið nú líka hitatölurnar svona að ganga niður. En ef við skoðum hvað að gerast annað kvöld þá fer nú vindur að snúa svona aðeins til suðaustlægari áttar, það svona næsta úrkomukerfi að koma inn til okkar og svona á aðfaranótt föstudags verður byrjað að rigna hérna sunnan og vestanvert landið og það má gera ráð fyrir því að þessi fylgi nú talsverður vindur gæti orðið hvassviðri tíma en norðan til aftur á móti gert ráð fyrir að verði nú bara nokkuð þurrt og geti jafnvel orðið bjart hjá okkur en það hlýnar sem sagt svona aðeins sérstaklega landið sunnanvert og það má gera ráð fyrir því að það verði áframhaldandi talsvert mikil leysing sunnanlands. Nú síðan á föstudeginum að þá svona sjáum við hvernig þetta næsta lagðarmiðja kemur hérna hjá okkur og aðfaranótt laugardags gæti svona kröpp komi hérna upp að landinu og valdi svona vonsku veðri suðvestan til svona tíma en svona á laugardeginum nú gert ráð fyrir því að það verði svona nokkuð stíf sunnanátt hjá okkur og það verður úrkoma hérna sunnan og vestanvert landið en hitatölurnar eru nú svona farnar að síga þannig að það má gera ráð fyrir því að þetta verður nú svona í formi í slyddu og svo snjókomu til fjalla. En síðan á sunnudeginum að þá nú gert ráð fyrir því að við verðum nú reyndar inn í svona miðri móðurlæðinni og það verða einhverjar smá læðir hérna allt í kringum okkur þannig að þetta kortir nú kannski í bjartsýni kantinum en það svona að gera ráð fyrir því að það gæti orðið hægur vindur á landinu og jafnvel bjart tíma en aftur á móti verður komið frost allt land þannig að úrkoman sem fellur hún verður þá væntanlega á formi snjókomu og það mun nú væntanlega snjóa þá svona á annesjum nokkuð víða. En við skulum láta þetta verða síðasta kortið í bili og meira þetta eftir 10 fréttir. Verið sæl.